Já, kæru vinir, í dag ætla ég að tala við ykkur væntingar. Væntingar eru endurtekið þema í Biblíunni og það varpa ljósi á ýmislegt sem hún kennir okkur. Margar sögur Biblíunnar fela í sér væntingar og þegar við skoðum hugtaki væntingar í biblíulegu samhengi, þá fáum við dýrmæta innsýn í kraft væntinga og hvernig þær hafa áhrif á samband okkar við Guð. Svo við skulum kanna hugtakið væntingar í biblíulegu samhengi. Væntingar vísa til ákafrar trúar á eitthvað sem á eftir að verða að veruleika. Og það er hugafar sem knýr einstaklinga til að sjá fyrir og bíða eftir því sem þeir trúa að muni gerast. Byggt á trú þeirra og þekkingu á fyrirheitum Guðs. Þannig eru væntingar samtvinnaðar hugtakinu trú. Og þegar við opnum Biblíuna og höfum væntingar varðandi það sem við lesum, opnum við okkur fyrir að upplifa opinberun Guðs og skilja vilja hans. Og það er fyrir þessar væntingar sem við getum skilið dýpri merkingu og þýðingu textans. Og væntingar gera okkur kleift að treysta á uppfyllingu spádóma, loforða og kraftaverka Guðs. Þar að auki þjóna væntingar í biblíulegu samhengi einnig sem hvati fyrir persónulega umbreytingu og andlegan vöxt. Og þegar við nálgumst ritningarnar með væntingar í hjarta, gerum við okkur kleift að hljóta guðlega leiðsögn, visku og opinberun. Vegna þess að við væntum þess að það verði að veruleika í okkar lífi. Og þessar væntingar skapa rými fyrir Guð til að tala beint til okkar, lýsa upp sannleika hans og móta skilning okkar á eðli hans og tilgangi. Væntingar eru mikilvægar fyrir skilning okkar á Biblíunni, þar sem að þær opna hjörtu okkar á huga fyrir umbreytandi krafti orðsins. Með því að nálgast ritninguna með væntingar í huga, viðurkennum við trú okkar á trúfesti Guðs og að hann sé reiðubúinn til að vinna í lífi okkar. Og það vekur von að Guð geti og muni uppfylla loforð sín og gera ritningarnar lifandi. Þannig hefur orð Guðs erindi til okkar í dag. Við lifum í núinu með væntingar fyrir framtíðinni, vitandi að Guð er að verki í lífi okkar. Og þegar við lesum sögur af kraftaverkum og ótrúlegri trú biblíupersóna, þá erum við innblásin til að rækta okkar eigin væntingar, traust og trú á gæsku Guðs og trúfesti. Víða í Biblíunni sjáum við mátt væntinga og umbreytandi áhrif þeirra á einstaklinga. Ein slík ritning er í Jeremía 29:11 þar sem segir: Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Og þetta vers undirstrikar þörfina fyrir væntingar með því að minna okkur á loforð Guðs og vonina sem við getum haft. Og sama má segja Sálm 62:6 þar sem segir: Bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Með því að bíða róleg eftir Guði og setja von okkar á hann, ræktum við með okkur væntingar sem veita okkur fullvissu trúfesti hans og tryggja okkur framtíð fulla af blessunum hans. Væntingar gegna mikilvægu hlutverki við að móta samband okkar við Guð, þar sem að þær endurspegla traust okkar á von á loforð hans. Og í Biblíunni sjáum við hvernig væntingar einstaklinga eins og Abrahams, Móse og lærisveinana ýttu undir leit þeirra að vilja Guðs og styrktu tengsl þeirra við hann. Og þegar við samræmum væntingar okkar orði Guðs, opnum við okkur fyrir því að upplifa hann,
upplifa hann nánar sem drottinn og Guð og hvernig hann leiður okkur í lífinu okkar. Vænting okkar verður tjáning trúar okkar og bæn til Guð sem að opinbera sig fyrir okkur nánar. Og þegar við leitum á virkan hátt í návist hans og sjáum fram á efndir hans, á loforðum hans, á dýpkar og dafnar samband okkar við Guð. Vænting og trú nátengt hugtök í Biblíunni að það sem væntingar þjóna oft sem hvati til að styrkja trú okkar. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir okkur hvað trú en þar segir: trúin fullvissa það sem menn vona eða það sem menn hafa væntingar til og sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Þessi skilgreining undirstrikar það mikilvæga hlutverk sem að væntingar gegna í trú okkar. Hefur þú þörf fyrir kraftaverk, gegnubrot í lífi þínu, orð frá Guði inn í líf þitt eða lækningu? Það komin tími til að hafa væntingar að stórkostlegir hlutir muni gerast. Og síðan segir ennfremur í vers 6: án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita. Og við þurfum að skilja að ef Guð ætlar að gera eitthvað, þá leitar hann að fólki sem hefur trú og væntingar til þess að Guð muni svara okkur. Og Guð almáttugur en samt takmörkum við hann í lífi okkar þegar við neitum að trúa á mátt hans og vilja til að mæta okkur. Við þurfum að virkja trú okkar og standa á tánum í eftirvæntingu, vitandi að hann getur gert hið ómögulega. Trú leiðir til væntinga ef þú trúir því að hann muni umbuna þér. Í Biblíunni fjölmargar frásagnir af einstaklingum sem öðluðust trú og varðveittu hana fyrir þær væntingar sem þeir höfðu. Sagan af konunni með blóðlát, eins og hún skráð í Lúkas 8, að sýnir hvernig væntingar hennar lækningamátt Jesú knúði hana til að þrýsta í gegnum mannfjöldan og snerta fald klæði hans. Djörf trú hennar knúði hana áfram af væntingum hennar og leiddi til yfirnáttúrulegar lækningar hennar og staðfestingar Jesú á hennar trú. Eins má nefna frásöguna af brottflutningi Ísraelsmanna frá Egyptalandi, að þrátt fyrir efasemdir þeirra og ótta í fyrstu, þá raungerðust væntingar þeirra frelsun að lokum þegar Guð klauf Rauðahafið og leiddi þá til öryggis. Sömuleiðis sýnir sagan týnda soninn stórkostlega útkomu mikilla væntinga. Væntingar sonarins að faðirinn tæki við honum með fyrirgefningu og miskunn eftir að hafa sóað arfleið sinni var ekki aðeins uppfyllt, heldur fór fram úr væntingum hans, að þegar kærleiksríkur faðmur föðurins tók á móti honum með fagnaðarlátum þegar hann kom heim. Í Hebreabréfinu 4:16 lesum við: göngum því með djörfung að hásæti náðarinnar, til þess að við öðlumst miskunn og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. Við getum haft djarfar væntingar til Guðs. Að nálgast Guð af djörfung þýðir að við höfum fullvissu að Guð muni hlusta, að Guð heyrir bænir okkar. Og við getum haft væntingar til þess að hann svari bænum okkar. Það að biðja af djörfung eða djarflega þýðir að við getum verið frjáls í því að bera alla hluti fram fyrir hásæti náðarinnar. Við getum sagt Guði frá brestum okkar óttalaust. Við höfum einhvern sem hefur milligöngu fyrir okkar hönd og við getum treyst því að Jesús, hann á okkar bandi. Hvernig þínar væntingar
Það talað að kona eigi von á sér. Hún væntir þess að fæða. Og þegar þú hefur væntingar, þá fæðir þú það sem þú hefur væntingar fyrir. Margir hafa trú á Guð en hafa engar væntingar, því vænting viðhorf einhvers sem býst við að eitthvað gerist. Hverjar eru væntingar þínar framtíð þína og hverjar eru væntingar þínar fyrir þetta ár? Og við getum sagt, eins og þunguð kona, ég á von á mér. Ég ber barn undir belti og dag einn mun barni fæðast. Ber þú slíkar væntingar til Guðs eða barnið andvana innra með þér? Hvað það sem heldur barnin á lífi innra með móðurinni? Það stöðug næring móðurinnar sem heldur því á lífi. Þannig þurfum við einnig að nærast stöðuglega á orði Guðs til að væntingar okkar haldi lífi og að lokum verði fæðing. Væntingar og trú líta svipað út en ekki eins. Væntingar eru viðhorf þeirra sem hafa von, einhver sem bíður eftir að eitthvað gerist. Og margir hafa trú en hafa engar væntingar. Trú og væntingar bæði vinna saman og fara saman. Margir missa vonina áður en þeir missa trúna, en að lokum missa þeir einnig trúna ef engar væntingar eru til staðar. Trú kemur með því að heyra orð Guðs, en væntingar koma með því að treysta orði Guðs. Þannig að væntingar verða að fylgja trú. Trú mynduð í hjarta þínu og væntingar eru viðhorfið sem hvetur þig til að ganga í átt að kraftaverkinu. Væntingar fá þig til að bregðast við á meðan þú bíður eftir kraftaverkinu. Skortur á væntingum kemur í veg fyrir kraftaverk, jafnvel þótt þú trúir á Guð. Væntingar eru grundvallaratriði í lífinu. Það skapa hvatningu til að gera allt sem við gerum. Væntingar að fá laun hvetur okkur til að fara í vinnuna á hverjum degi og væntingin að ná árangri hvetur okkur til að læra undir próf. Þvert á móti þegar við höfum engar væntingar eða væntingar eru lélegar eða litlar líf okkar óbreytt. Það á sér stað enginn vöxtur eins og andvana barn. Og Jób hafði væntingar til Guðs eins og við lesum í Jóbsbók 19:25. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Í gegnum raunir Jóbs voru væntingar hans brostnar og hann glímdi við djúpstæða örvæntingu. Samt mitt í sársauka sínum fann Jób huggun með því að treysta á visku Guðs og tilgang umfram takmarkaðan skilning hans. Stöðugar væntingar hans trúfesti Guðs leiddi að lokum til endurreisnar hans. En þú verður að vita hverjum þú treystir til að hafa væntingar. Og í síðara Tímóteusarbréfi 1:12 segir: Fyrir þá sök líði ég og þetta, en eigi fyrirverði ég mig því að ég veit á hvern ég trúi. Og ég sannfærður að hann þess megnugur að varðveita það sem mér trúa fyrir, þar til dagurinn kemur. Við þurfum að vita á hvern við trúum að hann sé traustsins verður. Og við verðum að hafa þessa sannfæringu að Guð ekki aðeins megnugur, heldur að hann viljugur til að láta væntingarnar okkar verða veruleika. Og það eru aðstæður og vandamál í lífinu og oft virðist sem það sé engin lausn. Jób, Davíð, Jesús, Páll, þeir þurftu allir að takast á við vandamál, en þeir héldu væntingum sínum. Abraham átti við vandamál að stríða og hann varð að trúa þrátt fyrir vonleysi. Guð hafði lofað honum syni. Allt benti til að hann gæti ekki eignast son. Hann var 100 ára og Sara 90 ára. Hún var gengin úr barnsegn. Kringumstöðurnar voru algjörlega vonlausar. Hugsið ykkur Abraham,
nafn hans þýðir faðir fjöldans. 100 ára maður, barnslaus og bar þetta nafn, faðir fjöldans. Það er vandræðilegt. En hann trúði Guði og hann hafði væntingar til þess að fyrirheitið yrði að veruleika. Hann horfði framhjá kringumstæðum sínum því að hann vissi á hvern hann trúði. Hverjar eru kringumstæður þínar? Virðist það vera ómögulegt að væntingar þínar verði að veruleika? En mundu það fyrir Guði er ekkert ómögulegt. Í raun þá virðist Guð hafa sérstakt yndi af því að láta það sem virðist vera ómögulegt fyrir mönnum verða að veruleika. Og þú segir kannski, ég er orðin gamall, það er orðið allt of seint fyrir mig. Hvað með Abraham? Og þú segir kannski, ég hef enga hæfileika, en Guð er ekkert ómögulegt. Hafðu væntingar. Páll hafði þetta að segja Abraham í Rómverjabréfinu 4:20. Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörðist styrkur í trúnni og hann gaf Guði dýrðina. Vegna þess að hann hafði væntingar, gaf hann Guði dýrð og eldist og tók á móti kraftaverkinu. Abraham styrkti sig með því að gefa Guði dýrð og það sem hann treysti Guði misti hann ekki vonina. En sönn trú mun aldrei standa ein, henni mun alltaf fylgja væntingar. Og ef þú trúir á Guð, þarftu að vera fullur væntinga. Þar sem að engar væntingar, þar er engin trú. Sérhver kristinn maður sem biður í trú horfir með eftirvæntingu til þess sem Drottinn mun gera. Blessun þín fylgir eftirvæntingum þínum. Markús sagði frá konu sem hafði verið fórnarlamb blæðinga í 12 ár. Mikið hafði hún þjáðst og eytt öllu fé sínu hjá læknum, en henni hafði ekki batnað. Hún hafði þvert á móti versnað. Hins vegar, þegar hún heyrði Jesú, hafði hún raunverulegar væntingar, sem var til þess að hún gerði áætlun að læknast. Hefur þú heyrt Jesú? En hverjar eru væntingar þína til hans? Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Og takt eftir því að heyra Krist skapaði í henni væntingar sem byggðust ekki á tilgátum, heldur á einhverju raunverulegu og mögulegu. Og það var til þess að hún gekk fram í trú. Væntingin sem leiddi hana til að ganga fram í trú, leiddi ekki aðeins til lækningar, heldur einnig til þess að hún var hólpin og öðlaðist frið í hjarta. Jesús fór fram úr væntingum þessara konu. Við þurfum að skilja að ef Guð ætlar að gera eitthvað, þá leitar hann að fólki sem hefur væntingar. Við þurfum að búast við því að Guð úthelli anda sínum. Við þurfum að búast við því að Guð geri hið ómögulega. Og við þurfum að lifa með miklar væntingar. Drottinn, hvað mun gerast í dag? Lofið Guð með væntingar í hjarta og sáið í væntingar. Og heilagur andi, honum er úttelt yfir fólk sem hefur væntingar. Filippibréfið 4:13 segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Þegar þú hefur væntingar byggðar á fyrirheitum Guðs, þá kemur ekkert á milli þín og Guðs til að styrkja þig í því sem Guð vill sjá verða veruleika í þínu lífi. Og þú þarft að hafa væntingar, trúa því að Guð sé tilbúinn til að gera eitthvað í dag. Búast við því í dag. Búast við kraftaverki. Við getum séð kraftvæntinga í 3. kafla Postulasögunnar. Það segir frá því að lamaður maður var færður daglega í musterið. Margir segja að kraftaverki hafi aðeins verið háð því að Pétur og Jakob þeir sögðu, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret statt upp og gakk.
og auðvitað hafði nafn Jesú vald, en taki eftir þessu kraftaverki hins lamaða manns. Maðurinn horfði á þá og hann hafði væntingar til þeirra að hann gæti öðlast lækningu. Og Páll segir í 1. Korinthubréfi 2:9, en það eins og ritað það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Augu þín hafi ekki séð, eyru þín hafi ekki heyrt og hugur þinn hefur ekki hugsað það sem Guð hefur fyrirbúið þér. Hefur þú væntingar til þess? Vissulega á þetta fyrst og fremst við það sem verða mun eftir endurkomu Krists. En við getum einnig tileinka okkur þetta núna. Guð hefur gefið okkur stórkostleg loforð og það óhugsandi að hann ljúgi. Við sjáum það hér í 4. Mósebók 23:19. Guð ekki maður að hann ljúgi, né sonur manns að hann sjái sig hönd. Skyldi hann segja nokkuð og gjöra það eigi, tala nokkuð og efna það eigi? Til að lofa einu og bregðast þarf hann að vera ranglátur og það ómögulegt. Það ómögulegt fyrir Guð að gleyma loforðum sínum til þín. Svo spurningin bara, hefur þú væntingar til hans? Sagan blinda Bartimeus í Markusi 10 vitnisburður væntingar eins manns til þess að öðlast lækningu. Hann neitaði að láta þagga niður í sér þegar aðrir höstuðu á hann vegna þess hvernig hann hrópaði til Jesú. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa: Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Og þó að fólki hafði reynt að fá hann til að þegja, var Bartimeus algjörlega einbeittur að Jesú. Hróp hans vöktu athygli Krists sem bað að hann yrði færður til hans. Og þegar Bartimeus áttaði sig á því að Jesús hefði stoppað til að tala við hann, kastaði hann af sér yfirhöfninni og fór til Jesú. Bartimeus, hann klæddist svokölluðum bettlaraklæðum. Þegar við lesum flíkina, þá hugsuðum við ekkert það. En þeim var útvegað opinbert bettlaraklæði. Það var ákveðin litur á klæðinu, þannig að þegar menn sáu bettlara á vegkantinum að bettla, eftir höfðu þessi opinberu klæði yfir sér, þá gaf það til kynna að þeir væru lögmætir bettlarar. Þá getur gefið þeim eitthvað vegna þess að þeir eru virkilega blindir, veikir eða lamaðir. Honum var sagt: vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Og það stóð ekki á viðbrögðum hjá honum. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Það að Bartimeus kastaði af sér yfirhöfninni var mikill vitnisburður trú hans. Hann trúði því að Jesús myndi lækna hann og þar sem hann yrði ekki lengur blindur, þá var engin þörf lengur að hafa þessa tilteknu bettlara yfirhöfn. Slík var trú hans. Það sem hann var að segja var: ég veit að ég get ekki séð ennþá. Ég veit að ég er ekki læknaður enn. En ef Jesús einhvers staðar í bænum mínum, þá ég að sleppa klæðinu. Hann bar slíkar væntingar til þess að hann myndi aldrei snúa aftur til að bettla. Jesús mun lækna mig í dag, og strax hlaut hann lækningu. Ef þú hefur væntingar, verða væntingar þínar að leiða þig til aðgerða. Önnur ástæða fyrir því að Bartimeus kastaði að sér yfirhöfninni gæti verið sú að hann vildi vera laus við allar hindranir á leið hans til Jesú. Skikkjur voru síðar og hún gæti verið honum fjötur fót við það að nálgast Jesú. Hann vildi ekki hafa neinar hindranir á leið sinni til Jesú. Og þegar blindi Bartimeus kallaði á Jesú, þá nam Jesús staðar. Frelsari heimsins, Messías, sem beðið hafði verið með eftirvæntingu, kennari hinna 12 ættkvísla Ísraelsmanna, nam staðar. Svo beið hann.
Hann beið eftir að einhver segði Bartimeusi að Jesús hafi kallað eftir honum. Hann beið þess að blindi maðurinn færi til hans. Hann beið eftir að heyra beiðni blinda Bartimeusar. Það stórkostleg hugsun. Jesús stoppaði fyrir manni sem flestir virtu ekki viðlits. Í þessu samfélagi, þar sem talað var að líkamlegir kvillar væru refsing fyrir synd, var blindi Bartimeus ekki talinn verður viðlits. Samt stoppaði Guð, Immanuel, og beið þess að blindi maðurinn kæmi til hans. Við þurfum að hafa sama einbeitta vilja til að nálgast Guð eins og Bartimeus. Við þurfum að gefa gaum að leiðinni sem liggur fyrir okkur til Krists og láta ekkert trufla okkur. Ryðjum burt hindrunum sem verða á vegi okkar og hirðið ekki það sem annað fólk segir okkur. En eitt þurfum við að muna að djöfullinn hefur ekki áhyggjur af því sem þú varst áður eða hvað þú ert í dag. Hann nokkuð sáttur á meðan þú hefur engar væntingar til þess sem Guð vill gera fyrir þig. En þegar þú hefur engar væntingar til að hlutirnir breytist, þá ert þú engin ógn við hann í því ástandi. En veistu hvað skelfir hann? Satan skelfdur ef þú af því sem þú getur orðið. Að þú verður að halda áfram, þú verður að hafa væntingar það að það besta sé enn ókomið. Þú þarft ekki að sjá það til að trúa. Byrjaðu núna, sáðu í eftirvæntingu og hafðu væntingar úthellingu heilags anda á öllum sviðum lífsins. Því að Guð, hann mögnuður. Það eru mörg loforð í Biblíunni sem við getum byggt væntingar okkar á. Eins og hér í Jesaja 40:31, það sem segir: En þeir sem vona á Drottinn, eða hafa væntingar, fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Vonin á Drottinn tekur fókusinn frá aðstæðum þínum yfir á mátt Guðs. Þú í stað þess að líta í kringum þig, beinirðu athygli þinni frá þeim áskorunum sem þú stendur frammi fyrir, yfir á takmarkalausan kraft Guðs og óbilandi kærleika hans til þín. Að vona á Drottinn að viðurkenna að Drottinn meiri en allar aðstæður þínar, meiri en allar áhyggjur eða kvíði sem þú getur upplifað. En að vona á Drottinn þýðir ekki að þú sért aðgerðarlaus. Þvert á móti, þú munt fljúga og hlaupa, en þreytast ekki. En sá sem vonlaus þreyttur, jafnvel þó hann ger ekki neitt. Og þegar við vonum á Drottinn og hann virðist þögull fyrir okkur, eigum við að efla leit okkar að honum í bæn og í orðinu. Of oft gerum við hið gagnstæða. Þegar Guð virðist aðskilinn og áhugalaus okkur, sem hann aldrei, þá okkur hætt við að slaka á því að biðja og lesa í orðinu. Tilfinningar taka völdin og sjálfsaginn dvínar. Við hættum að leita hans og mikilvægasta leksjan fyrir forgörðum. Það að leita hans af ákefð, þrátt fyrir tilfinningar okkar og upplifun. Hér annað loforð í Jesaja 41:10. Óttast þú eigi því að ég með þér, lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Guð meðvitaður tilhneigingu okkar til að óttast og honum umhugað allan ótta sem við stöndum frammi fyrir. Og í Biblíunni finnum við fyrirmæli og hvatningu að óttast ekki, vera hugrögg yfir 300 sinnum. Guð vill ekki að við verðum upptekin af ótta. Samt kemur það honum ekkert á óvart að við óttumst.
Og Guð verður ekki fyrir vonbrigðum með okkur þegar við erum hrædd, ekki frekar en að þú verður fyrir vonbrigðum þegar barnið þitt er hrætt. En Guð, hann hvetur okkur til að óttast ekki, heldur treysta á nærveru hans, hann hlustar og hjálpar. Síðan höfum við þetta loforð í Filippibréfinu 4, 6 og 7. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkagjörð, og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Að standa gegn áhyggjum og kvíða eitt af viðfangsefnum Nýja testamentisins. Jesús sjálfur kenndi að við ættum ekki að hugsa morgundaginn, hvað við ættum að borða eða drekka, eða hvað við myndum klæðast. Samt virðist ómögulegt fyrir marga í dag að vera róleg og hafa ekki áhyggjur. En takt eftir því að hann segir okkur að biðja með þakkagjörð. Ekki að þakka Guði fyrir vandamálin, heldur þakka honum fyrirfram fyrir lausnina. Það næstum ómögulegt að pirra sig og vera niðurlútur yfir einhverju á sama tíma og þú biður með þakkagjörð. Áhyggjur og kvíði stafar af ótta, en þakkagjörð stafar af trú. Við færum Guði óskir okkar í bæn og treystum honum og höfum væntingar að hann standi með okkur. Og við erum að þakka honum fyrirfram fyrir að hann sé með okkur og hann mun hjálpa okkur. Að lokum Júdasarbréfið 1, 24 og 25. En þar segir: En honum sem megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína lítalausa í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vor, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Hefur þú slíkar væntingar til Guðs að hann mun ávallt varðveita þig frá hrösun? Hefur þú slíkar væntingar að geta komið fram fyrir dýrð hans lítalaus í fögnuði? Því lofað þarna að hann megnar. Hann þess megnugur. Þú getur byggt væntingar þínar á loforðum Guðs, því að hann ekki maður að hann ljúgi, né sonur manns að hann sjái sig hönd. Trúðu honum og treystu honum, og ekki síst hafðu væntingar að loforð hans verði að veruleika í þínu lífi. Amen.